Heil og sæl öll, elskóttu minnar. Í dag fyrsti dagur í alþjóðlegri samkirkjulegri bænaviku fyrir einingu kristninnar. Ég heiti Pétur Þorsteinsson og kem frá óháðasöfnuðinum. Við færum ykkur hugleiðing og bæn frá kristnum kirkjum í Mið-Austurlöndum. Yfirskrift dagsins Lyft okkur upp og leið okkur á þínu fullkomna ljósi og byggir á Matteusar Guðspjalli, öðru versinu í öðrum kafla. Við sáum stjörnu hans renna upp í Austurvegi. Svo hér smá hugleiðing út frá þessu. Í þessum viðkvæma og ófyrirsjáanlega heimi leitum við að ljósi, geisla vonar og fjarska. Mitt í hinu illa þráum við góðvild. Við leitum með hinu góða innra með okkur, en oft verður veikleiki okkar voninni yfirsterkari. Traust okkar hvílir á Guði sem við tilbiðjum. Í visku sinni lagði Guð okkur í brjóst vonin eftir guðlegri íhlutun, en við höfum ekki búist við því að íhlutun Guðs yrði manneskja og að Drottinn sjálfur yrði ljósið mitt á meðal okkar. Það framar öllum væntingum okkar. Gjöf Guðs til okkar andi máttar og kærleika. Það ekki með því að treysta á eigin styrk og getu sem við nálgumst fullkomið ljós Guðs, heldur það heilagur andi og andi Guðs sem dregur okkur nær sér. Úr myrkri mannkyns miðju skein stjarnan úr austri, í henni sjáum við ljós sem smýgur inn í djúp myrkrana sem aðskilur okkur hvert frá öðru. Ljós stjörnunnar var ekki aðeins uppljómun, eitt tiltekið sögulegt augnablik. Ljósið heldur áfram að skína og breyta ásýnd sögunar í gegnum aldirnar og allt frá því að stjarnan birtist fyrst hefur heimurinn kynnst þeirri von sem innblásin á heilugum anda í gegnum líffylgjanda Krists sem bera vitni verk Guðs í sögunni og stöðuga nærveru heilags anda. Þrátt fyrir hverfuleika mannkynssögunar og breytileika aðstæðna heldur hinn uppreisni áfram að skína. Jesús Kristur hrærist innan flæði sögunar eins og leiðaljós sem leiðir okkur öll inn í þetta fullkomna ljós og sigrar myrkrið sem aðskilur okkur hvert frá öðru. Þráin eftir að sigrast á myrkrinu sem aðskilur okkur knýr okkur til að biðja og vinna kristinni einingu. Og við skulum biðja saman. Drottinn Guð, lýstu leið okkar með ljósi Krist sem fer á undan okkur og leiðir okkur. Upplýstu okkur og búðu innra með okkur. Leiðbeindu okkur svo við komum auga á litla jötu í hjörtum okkar þar sem mikið ljós sefur enn. Skapari ljósins, við þökkum þér fyrir gjöf stjörnunnar sem aldrei dofnar. Jesú Krists, Drottins okkar og frelsara. Megi hann vera okkur leiðaljós á pílegrímsgöngunni, lækna sundrungu okkar og draga okkur nær ljósinu svo við getum fundið einingu okkar í Jesú Kristi. Amen. Ég heiti Ingibjörg Björnsdóttir. Ég les úr Sakaría 4, kafli 1-7. 5. sýn, ljósastika og ólífutré, Serubabel. Engillinn, viðmælandi minn, vakti mig aftur líkt og þegar menn eru vaktir á svefni. Og spurði mig, hvað sérðu? Ég svaraði, ég sé ljósastiku úr skíra gulli. Á henni skál og 7 ljósastæði og úr skálinni liggja 7 rennur til þeirra. Yfir henni eru 2 ólífutré, annað hægra megin skálarinnar en hitt vinstra megin. Og ég spurði engilinn, viðmælanda minn, hvað tákna þessir hlutir, Herra? Veistu ekki hvað þessir hlutir tákna, spurði engilinn, viðmælandi minn. Og ég sagði, nei, Herra. Þá greindi hann mér frá, þetta orð Drottins til Serubabels, ekki með valdi né krafti, heldur fyrir anda minn, sagði Drottinn allsherjar. Hver þú, mikla fjall? Andspænir Serubabel skaltu verða að jafnsléttu. Hann mun koma fram með hornsteininn og þá fagna menn og hrópa, dýrlegur,
dýrlegur. Ég heiti Ester Sveinbjarnardóttir og ég les sálmana 139. kapli, 1. til 10. vers. Til söngstjórans, Davíðssálmur. Drottinn, þú rannsaka mig og þekki mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veistu það. Þú skynjar hugrenningar mínar álendar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athuga þú það og alla vegu mína gjörþekkir þú. Eitt er það orð á tungu minni að þú, Drottinn, þekki það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þú þekking er undursamleg, en svo að ég fái skilið of háleit, ég er henni ekki eigi vaksin. Hvert get ég farið frá anda þínum, hvert flúið frá augliti þínu. Þótt ég siti upp í himninum, þá ertu þar. Þó ég geri undir heimana hvílu minni, þá ertu einnig þar. Þótt ég lyfti mér á vængum morgunróðans og settist við ysta haf, einnig þar mun hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér.